Kynfæri karla að mestu leyti utan á líkamanum, hjá konum eru þau meira innan í líkamanum, en tippið utan á líkamanum. Það lint svona alla jafna, en ef að karl verður fyrir kynferðislega örvun þá dælist blóð inn í tippið, æðarnar út úr því lokast, þannig að það myndast mikill blóðþrýstingur inn í tippinu og það stendur beint upp í loftið. Án þess gæti karlmaður ekki stundað kynlíf eða stundað samfarir og búið til barn, en það væri mjög óþægilegt og í raun hættulegt fyrir tippið að vera alltaf stíft út í loftið, þannig að þetta mjög sniðug hönnun. Það svona svampur inn í tippinu sem tekur við þessu blóði. Fremsti hlutin á tippinu heitir kóngur og næmasti hluti tippisins. Fyrir neðan tippið svo pungurinn. Í honum eru eistun. Þar verða sáðfrumurnar til, þetta eru kynkirtlar karla. Utan á eistunum eru svo kallar eistnalippur. Þar verða til kynhormón, líka í eistunum reyndar. Og þar svona klára sáðfrumurnar verða til, fara svo upp sáðrásina, upp í gegnum blöðruhálskirtilinn. Þar hitta þær svona sáðblöðru sem mynda sæðisvökvann sem að sáðfrumurnar synda svo í. Og síðan kemur úr þvagblöðrunni hérna þvagrásin og þetta fer svo hérna í sömu rásinni út.